Hi besties! Hi besties! Oh my god, mars að vera búinn. Það crazy! Það rosalegt. Það crazy, þetta bara síðasta vikan í mars. Gríns. Þú veist, já, það mánudagur og þriðjudagur líka. Er ekki hrúta sísón og Jú. alles? Jú, Til hamingju hrútarnir. Já, til hamingju hrúta. Þú átt nú eitt lítið hrút. Ég og eitt lítinn hrút sem að verða 5 ára. Oh my god, það crazy. Ég veit það, what the hell. Sem gæti verið í skóla, skilur við. Ángríns. Ef hún færi í svona 5 ára Ísaksskóla. Já. Shit, Það crazy. Ángríns, það rosalega að eiga svona gamalt bað, sko. Ángríns. Það rosalegt. Það það, sko. Já. Hún alveg bara já, og hún algjör hrútur, sko. Mestir hrúturinn. Já, algjör hrútur, sko. Þannig að það mjög gaman að hrúta síðan sé komið. Já. Það mjög skemmtilegt og ég loksins svona, þú veist, að klára hún svona þetta ammælis sísón, sko. Búin að ammælis mánuður. Já. Einmitt, stór mánuður. Já, það eitt eftir, sko. Ég held að ammælinu á sunnudaginn og svo, á embla ammæli í apríl, þá held ég eitthvað svona smá. Já, eitthvað svona vinkonu Já, eitthvað svona fyrir hana, þú veist, hún fyrir bara að leika sér vinkonu sína eða eitthvað. En núna á sunnudaginn er bara ammæli, þannig ég er búin að halda svo 15 ammæli í þessu mánuði. Já, þetta rosalega ammælismánuður. Þetta það, en apríl verður líka geggjað mánuður. Ég spennt fyrir apríl. Ég líka. Apríl svo fallegu mánuður. Oh my god, apríl. ég elska apríl. Ég líka. Ég bara elska mars og apríl. Já, og þú veist. mars svona undirbúningur fyrir apríl. Já. Apríl svona undirbúningur fyrir sumarið. Já. Kemur svona vorstemmingin og svo náttúrulega erum við að halda bara skemmtilegasta viðburð vorsins. 100%. 18. apríl í Iðnó þá erum við að halda upp á high tea tebósins og það 3 rétta matsill, þannig að þú veist, ef þið kaupið ykkur með þá eru þau komið með mat og fordrykk, hvort sem mann sé áfengur og ófengur, þið stjórnið því. Það bæði í boði. Bæði í boði, bara eins og þið vilji og náttúrulega nóg te í boði og það verður ballerína í boði. Já, ballerina kegs. Já, þetta geggja flott og þetta verður bara svona, þú veist, ímyndið ykkur bara svona high tea turnar með svona réttum á, það það sem þau eru að fá. Já, og við erum bara cute saman, þetta svo geggjað líka því við erum að gera þetta klukkan mæting eða húsið opna klukkan 13:30, þannig að þú veist, ímyndið ykkur bara mæta þarna við vinkonu sínum, gera ykkur góðan svona byrjun á deginum og svo farið að gera eitthvað eftir á, skemmtilegt, skilur. Já, eitthvað með vinkonahópnum einmitt, þú veist, þetta á laugadegi, þú veist, þannig að þetta svona, þú veist, þeir eru með miðbæri, Reykjavíkur á laugadegi, allar saman og þú veist, þetta er allt annað en live show, þetta ekki live show, en þetta meira bara svona, þú veist, þið getið tekið þátt í umræðunum, eða ekki, þú veist, þannig að þetta svona, við ætlum svolítið, og við líka núna erum svolítið að fara svona yfir hvað, þú veist, við ætlum að vera að tala og því við viljum gefa svona, þetta verður svona smá persónulegt, þannig að við erum líka núna næstu dögum bara svona að setja inn bara hvað viljið þið að við töluðum þess að við vorum, þú veist, við fengum mjög góðar undirtektir þegar við vorum hjá ungum aðdánakonum og við erum svona, ok, klárlega kannski ef það og nú spyrjum við bara ykkur sem að koma núna í Iðnó 18. apríl áhug fyrir að við tökum eitthvað smá þannig pól, spjall og viðskiptatengt ég heldur við bara svona förum í rauninni í allt, en við ætlum að setja eitthvað svona skemmtilegt form, við verðum að fylgjast með bara á Instagram til þess að safna inn svona topics og umræðupunktum og þetta bara alls konar, þú veist, þannig að við og við ætlum líka að fá okkur að borða, þú veist, þetta verður bara geggja. Já, bara við stjórnum umræðanum og svo fáum okkur að borða með ykkur og tækifæri til að hittast, tækifæri til að kynnast líka öðrum. Já, algjörlega. Þannig eru besties sem eru með sömu áhugamál og þetta eitthvað sem þið verðið, þetta nýtt koncept hjá okkur. Já, þetta glænýtt. Þið verðið að koma og prófa þetta. Já. Þetta verður svo skemmtilegt. Við ætlum að reyna að gera þetta vonandi að einhverjum árlegum viðburði líka, þannig að þú veist, þetta svona, við erum að pröfa eitthvað nýtt og bara við erum basically að spyrja, bara vilja koma út og borða með okkur. Já, einmitt. Þetta eiginlega þannig. Og þetta við erum að stjórna umræðinu, skilju. Við erum að labba og við erum með mæka og þetta svona smá svona ásóttíðin okkar. Já, þetta ásóttíðin okkar og við erum veislustjórnir. Já, við erum veislustjórnir. Þetta svolítið og við ætlum að koma og vera ásóttíðin okkar. Já. En þetta svona, þið eru að hjálpa okkur svona að búa til nýtt koncept og vera svo gaman að fá ykkur til að vera með okkur á með við erum að skapa eitthvað nýtt. Já. Þetta bara algjörlega eitthvað sem við hefum ekki séð neitt gera. Nei, nákvæmlega. Þannig við erum ótrúlega spenntar og við hefum oft fengið bara request sem að gera eitthvað svona og minnum líka á Facebook-grúppuna
Teboðið Besties inn á Facebook, þannig að getur joina það og þar eru stelpur eða ykkur bara besties að spurja hvort að ykkur væri til að fara með sér ef þið eigið enga vinkonu eða vin sem vil koma með ykkur og vilja samt koma. Svo sumir eitthvað svona, vinkonum mér hlustar ekki á Teboðið en mér langar ekki að koma. Þú þarft ekki að hafa hlusta á Teboðið til að vera eitthvað invited þarna sko. Þetta er bara við að spjalla sko. Þú getur hafa sleppt í að hafa hlusta á þátt eða hafa hlusta á alla, skilur. Þetta verður ekkert eitthvað Teboðs okkur, skilur. Nei. Við að koma saman að spjalla eitthvað sem okkur finnst öllum skemmtilegt. Öllum áhugavert, já. Þetta verður bara ótrúlega skemmtilegt og já, talið bara ef vinkonur ykkar eitthvað svona, ég veit ekki, ég hef aldrei hlusta á Teboðið. Segir hann að koma með. Já. Þetta snýst ekki það. Nei, nákvæmlega. Þetta snýst bara að við komum saman og höfum bara gaman. Og bara, ég er svo spennt fyrir þessu. Ég er svo spennt. Við ætlum að fara að finna outfits í kvöld. Við ætlum að finna outfits í kvöld og við ætlum kannski að búa til eða áhuga fyrir að svona innspólista fyrir ykkur ef þið viljið og það er svo margt flotti, ótrúlega mörgum búðum núna og þú veist, voru er að dettin. Mér langar bara að vera í svona sumarkjól. Já, mér líka, sko. Bara eitthvað svona summer vibes. Af því það er ekki oft tilefni til að vera kjól. En þarna langar mér bara að fara í bara kjól og þú veist, ef þið hafið gaman að dressa ykkur upp, þá er þetta tækifæri til þess en þið getur líka bara mætt í hverju sem í rauninni. Algjörlega. En bara ykkur góðri skyrtu, ykkur blússu, ég veit að svona fólk er að stressa bara hvað ég mæti. Já, guð, bara eins og þið lifið vel. Já, allir gangur að því. En ef þið langar að nýta tækifæri to go all in, þetta er tækifæri, þetta er venueið, þetta er bara klárlega umhverfið líka. Þarna eða ykkur finnst gaman að taka myndir, það er þetta svona ótrúlega fallegt, við ætlum að hafa very aesthetic, very Pinterest vibes. Já, algjörlega. Þannig að ef þið hefði gaman að því, please joinið okkur. Við ætlum bara að hafa þetta svona eins og þið sjáu þegar áhrifavaldari boðnir á viðbrýð, þú veist, Englandi eða þú veist, þetta á bara að vera svona, þetta er bara svona dæmi, eða ekki? Jú. Þannig að þú veist, ef ykkur langar svona að pröfa þú veist, að því við erum litlulega að skreita þannig að því okkur langar að pröfa. Já, okkur langar, já. Skilur þannig að ef ykkur langar að pröfa for a day, bara please come. Já, þetta var svo gaman. Lökkum til að sjá okkur. Við hlökkum rosalega mikið til að sjá okkur. En í dag ætlum við að fara yfir bara svona what's in, what's out, skilur bara. Og þetta er náttúrulega, við erum bara með lista af hlutum og það er náttúrulega bara alltaf klárlega okkar skoðanir sem renna hér. Já, dæmi, ef við segjum bara eitthvað polka dots er out. Þú veist, doppóttar flíkur, skilur, og ef við erum bara það er out og þú ert í því, þá er þetta ekkert persónulega þið, þetta er bara við fyrir okkur. En polka dots? Já. In and out? Það er inn. Inn? Já, I know, ég var bara að taka eitthvað dæmi. Já, ég veit það, vá, ég elska polka dots, ég er ándis að reyna að hemja mig að kaupa ekki allt polka dots. Já, ekki eitt. Ég líka, já, ekki mikið, en ég er bara alltaf því ég sé eitthvað, ég er svo, Já, þetta er svo sætt. Svo cute. Þetta er svo cute. Ef við segja að það sé out, þá, sko, já, I will still wear it. Já, ég er að segja það, ef við segjum eitthvað sem þeir eru brjóstu augur og þeir eru bara þið megið vera á ósammála, bara please verið það. Ég held að við erum alveg eftir að vera ósammála. Já, ég er að tala þið megið vera ósammála okkur líka. Já, við erum 100% að vera ósammála með mikið af þessu, sko. En þú veist, við erum bara að segja svona okkar persónulega skoðun, við nenni ekki að við séum alltaf bara, já, en ef þú vilt vera í því, skilur, nei, ef þú vilt gera, við viljum bara segja okkar persónulega skoðun. Algjörlega. Og allir verður bara take it or leave it, já, þú ert ósammála okkur eða sammála okkur í einhverju og ekki hinu, þú veist, it is what it is. Já, it is what it is. Við erum ekki að fara, já. Við erum ekki afsókar á alla þáttir. Nei, þá værum við bara hérna í klukktíma að gera það. Við erum bara að spyrja okkur aðra og fara að vera okkar skoðun. Já. Það er líka algjörlega. Það er líka gaman. Það er svolítið skemmtilegt. Ég veit að hún er með smá okkur svona loaded spurninga til mín, ég er smá stressuð, sko. Ekki til þín. En smá low key? Nei, alls ekki low key. Bara svona loaded sem svona fólk, svona, sem kannski loaded fyrir samfélagið. Og láta mig svara því. Já, þú er líka svara því. Já, er það ekki? Erum við ekki samansvarsi? Ok, má ég bara byrja? Já. Ok, Labubu. In and out. Low-key out. Það er low-key out, ég er sammála. Ég fæ að sjá fólk með labubús. Ég líka. En þú veist, ég elska mína labubús, ég þykir væntu á heima að mér, skilurðu. Já. En það er low-key out. Já. Það ekki það? Jú. Sorry, guys. Já. En það var ekki okkur að kenna, þú veist,
það sprakk bara svona asnalega upp. Já. Það var svo mainstream, svo fljótt. Ég er alveg sammála, mér þykir vænt alla mína, en Já, that's it. Ég mun aldrei gefa það upp, sko. Nei. Þetta verður bara my memory of 2025 forever. Það er svona svo leys. Já, en klálega, já. Ok, við erum sammála. Já, en þú veist, ég er samt að lenda með labúbúi minn einhvers staðar á einhverju tösku. Ég er ekki að fara, sem passa ekki að vel við þá tösku. Já. Ég er ekki að segja hann sé svona, ég myndi ekki kaupa mig nýjan. Já, ég er sammála, en þú myndir ekkit endilega, þú myndir alveg hafa hann á tösku og fara með hann út. Já, þú veist, það, veit ekki, er hann ennþá á mjög töskunum minni bleiku. Hún er svo mikið skreitt. Já. Þú veist, af því að hún er mjög blinguð, það var ekki, þú veist, ég var ekki bara að setja einn, ég var ekki viljandi að setja hann. En ef ég grípa hann og hann er ennþá á, þá er ekkert eitthvað að fara að passa með hann sé ekki, skilur við. Ok. Af því að hann passa ekki að vel við þá tösku. En man ekki hvort það sé hann þá á. En hún er með alls konar blingja á, skilur við. En já, einmitt, já. Ég veit það ekki. Smá svona fram og tilbaka hjá mér. En þú veist, ég myndi ekki kaupa mig nýjan nema það kemur bara hella nýtt drop. Þá myndir alveg kaupa hann í hann. Þú kannski líka? Já, ég kannski líka. Já, bara en segja as of right now, eða bara akkurat núna, out. Já, samla. Sorry, ég ætla ekki að tala um í 20 mínútur. Jú, við þurfum að tala um allt í 20 mínútur, þekkir okkur. Ok, bara fyrst að ég er vibration plates. Já, það er klálega inn right now. Þú veist, maður sér það er bara á öllum að það er inn. Samla, ég elska. Elska. Já, ég er ekki búin að safna nú. Nei, þú ert að spara. Ég er að spara með Indó. Já. Því ég er með sparibauk og þau eru að hjálpa mér að spara fyrir þessu. Skrimslið búin að taka hellinga þér, eða? Já, og ég fæ líka alveg tilkynningur. Ég fæ líka tilkynningur, það er búið að taka hérna. Fæk ég eitthvað svona áðan. Og ég bara, hei! Svo er ég bara, þetta er gott. Já, þú ert að safna fyrir vibration plate-ina. Bara, það hefur verið lagt 1236 krónur inn á sparibaukinn. Ég bara, ok, það er ekki það. Ég bara spara allir 1236 krónur. Það er svo mikið iconic, sko. Já, það er svo mikið iconic. Já, það er inn að spara. Það er inn að spara. Já. Vá hvað það er inn. Það er inn að vera með bókhaldsrétt á hreinu. Já. Það er hot. Það er líka bara, þú veist, þá ertu mentally stable og það er náttúrulega inn. Já, það er inn. Þannig já, Indó mælu með ef þið viljið vera inn Indó og er inn. Spara. Já, Indó er inn. Algjörlega. Ok. Já. Hver var að gera? Þú veist að gera vibration plate. Já, ok, sorry, já. Ok, Adidas. Já. Inn? Það er inn. Já. Bara mest buksur geggjar og fólk er að dressa, þú veist svona, og svona Adidas buksur við bara alls konar. I love it. Já. I love this trend. Líka bara, þú veist, maður er heyrt eitthvað að sambas og þeir séu þetta út, skilur, en það er bara klassíski skór, skilur. Já, þú seldir samt þínu sambas. Já, þeir eru stórir á mig. Var það málið? Já. Ég er bara ákveðin að selja klassíska skó. Og þeir eru svartir, ég notað á aldrei. Já, ég nota alveg mína svarta góða, oft, sko. Já, ég er bara notað á ekki, þannig að ég, þú veist, ég er að reyna líka að eiga ekki bara allt og mikið af eitthvað sem ég noti ekki. Það er alveg góð punktur. Þeir þurfti bara góð heimili, þeir voru að valla nota þér. Já. Og þeir voru aðeins og stóru á mig. Ég skil. Það er svo skrýtna stærðin en Adidas. Örjur það? Já, af því að það er ekki til 39. Sem er yfirleitt svona, nota 38, kaupi yfirleitt 39 svona til að það sé stælir og þetta var bara 39 1 þriði. 39 1 þriði, já, þú hefur þurft öruglega 38 3 fjórðu. Já, og það var bara alls ekki til bara. Nei, en þú veist, þetta er réttu, það er skrýtna stærðina, sko. Þannig já, en ég var að kaupa mér nýja sambas, golfsambas. Það, hvernig? Þeir eru ljósir. Hvítir, já, með grænu. Ó, kjút. Ég hlakka enda til að sjá hvernig Molly May skotni verða. Já, einmitt, það er ekki ennþá komið út. Nei. Drama. Ok. In eða out að vera overdressed? Mér finnst það inn. Mér líka. Mér finnst það inn. Þegar eitthvað mætir overdressed, þá er ég aldrei bara, oh my god, overdressed, ég frekar bara, fuck, okkur dressa ég mikið meira. Já, það er bara, I want to be you. Já, þú veist, ég hugsa alltaf frekar það heldur en öfugt. Ég líka. Ég hugsa aldrei eitthvað, bara hún svona overdressed. Ég ætla bara, damn. Ég ætla bara, damn, bara, ég vildi ég hafi þetta í mér. Já, bara so in, sko. Já, það er mjög inn fyrir mér. Ég er bara, I want to be that, sko. Já, svo sammála. Við erum að reyna að taka það á okkur hérna, við erum ekki alltaf í kósigala. Við erum að reyna. Já, það er svona skref í áttina að vera overdressed. Þetta er algjörlega. En það er alltaf ótrúlega inn líka bara að dressa upp og koma á high tea með tilboðinu, sko. Það er inn. High tea með tilboðinu er inn. Sammála. Ok, svona Utah curls. Já, inn. Já, mér finnst það líka. Mér finnst þetta alveg smart, sko. Já, þetta er mjög cute. Já. Svona effortless curls. Já. En samt cute. Samt cute, já.
Ekki Messi, eða stóð Messi þannig. Nei, Ég fíla það. já, ég sammála. Orkudrykkir. Sko, ég sé inn. Já, líka. Ég vakna 5:30 á mótana, þú veist, oftar en ekki, þegar ég vakna með barninu, þetta er ekki mínum eigin vilja. Þá er ég að Gegn mínum eigin vilja. Þið gegn mínum eigin vilja, já, en þú veist bara það sem, og ég maður að hugsa eftir eitthvað svona, auðvitað getur þetta verið slæmt fyrir mann, bla bla bla, eða eitthvað whatever, en ég bara svo, það sem veitir mér gleði og kemur gegn daginn, ef það eru fucking nokko, let me have it. Bara ekki come at me, sko. Já, bara ain't gonna lie, þú veist, þetta er 2 á dag, Já. bara ain't gonna lie, en það er bara, mig vantar það right now. Það eru verið hlut sem getur dreipið. Ég geti verið að gera miklu verið hluti, sko. Nei, alveg, það er bara nokkuð for life fyrir mér, sko. Já. Það er bara, það er svona hápunturinn á deginum og þegar við mætum bara skrifstofu fá okkur, ég var að fá okkur eitt nokko. Já, ángriðs. Það er best. Ég fekk mér fyrsta klukkan 6 í morgun og ég þurfti bara annan skilur. Respect. Já, bara, it's in. Það er allir með sinn orkudrykk. Við vitum líka bara að orkudrykkir eru inn á Íslandi. Það er náttúrulega alveg bara samfélagi hérna á Íslandi eru orkudrykkja sjúk, sko. Já, en mér finnst þau samt svo miklu skárri en mörg önnur lönd. Já, með við drykkina sem þau drekka eins og Bandaríkin. Já, til dæmis Bandaríkin. Þú veist, þau eru sko með 200 milligram eða 300 milligram af koffíndrykki. Þú veist, það er ekki sambarlegt þegar þú sér síðan einhver TikTok af einhverjum einhverþjóðlega eitthvað, this might kill you. Já, væntanlega. Já, þú veist að drekka bara 300 milligram af drykki, skilur. Já, of course you're gonna die, skilur. You might die. Já, þú fannst hvað meina. Það er líka sem tripuð þig. Já, frekar. Þú veist, þetta bara, mér finnst þetta bara flott hvernig við Íslandingar erum Já, þetta. svo lengi sem maður ert ekki að fá eitthvað kvíða yfir því, eða þú veist, ég er alltaf ekki þannig, ég fæ ekki kvíða á koffinu. Nei, þetta funksjonar mjög vel fyrir mig. Já, þetta mjög vel fyrir mig. Þú veist, ef þú ert að fá eitthvað kvíða yfir þessu, þá myndi ég náttúrulega klálega að sleppa því. Já. En ef þú fungerar vel og þetta gerir daginn betri og þú, já. Og þetta er ákveðin gleði eins og þetta er fyrir okkur. Já, why not? Ég sé inn. Já, inn. Eitthvað dæmi eitthvað fyrir að vera með orkudrykk? Aldrei. Þegar fólk dæmi það, þú veist, þá er alveg bara amma farið út, sko. Já, bara ég pottið fundið eitthvað sem þú gerir sem er miklu vera. Já, og sem, einmitt, já. Ok, við vorum að tala náttúrulega Adidas og hvað, en ég er með strigaskór. Ég er bara frétti að strigaskór væri átt. Já, af hverjum? Ég var við Aron að veistlstýra hérna ásatíð hjá tískuveruverslunum og þau sagði að strigaskór var átt. Já. Ég er ekki alveg sammála. Nei. Það er alveg hræðilegt að það væri átt. Ríkalegt, já, bara strigaskór, sko. Já, þú veist, strigaskór er bara eitthvað sem allir nota alltaf. Kannski í því samingi að vera í þeim í öllum tilvikum. Já. Að þú veist, að ég fór bara 2020 í kjól og strigaskó. Já. Og ég veit að, þú veist, fólk er að gera það en þá, skilur, kannski er það. Já, kannski er það. En ég held líka, svona, með hvernig ég heyrði þau svona svara, ég bara svona, ok, að við vorum veistir þarna og við vorum svona, ok, og ég var svona, í hvað skó á ég að veri? Þú veist, og þau bara leður og strákarnir voru bara svona að segja, bara, þú veist, leðurskór eða cowboy boots fyrir stráka og ég svona, ok, þú veist, ég er alveg sammála að maður má kannski pröfa fyrir ykkur öðru dagstæðilega heldur en strigaskóm. Þannig ég er svona, ok. Prófa þess áfram. Já. Ekki gera sníkast kannski af lífstílinum. Já, en þú veist, hann er bara sem í lífstílinn minn, sko, þannig ég þarf að fara að finna mér eitthvað nýtt. Já, við erum búin að vera að ræða að vera meir í hælum og boots og eitthvað. Ég er búin að vera að reyna að gera það líka. Já. En já, klálega, ég er sammála þessi átt við öll tilefni. Að þú getur bara farið, bara fínt út að borða á þessi strigaskóm. Það er átt fyrir mér. Þú veist, dressaði það eins. Farði í leðurskó eða farði í ykkur boots. Já. Ég elskar nefnilega að fara í boots. Þá líður mér svona extra fancy. En eins og núna, þú bara, ég ætla bara að taka bara eitthvað dæmi. Bara þú ættir núna bara að gjafabréf í skóbúð. Þú eru að fara að kaupa þér eitthvað svona þannig skó eða myndir fara að kaupa þér strigaskó? Ég þarf ekki meir strigaskó. Eru ykkur strigaskó sem er langar í? Nei, ég á alla sem er langar í. Já, ég held það sé, ég er búin að hugsa það lengi að ég ágjafabréf í búð. Já. Sem ég er bara svona, sem að selur eila... Væntanlega að kaupa einhver góð leðurstígvél eða eitthvað. Já. En ég tala þú veist, ég sko ágjafabréf í búð sem selur eila bara strigaskó. Aha. Já, já. Okay. Og ég er bara svona, ég finn aldrei nein sem er langar í og það er bara svona, mér langar held ég ekki í nefnir strigaskó. Mér finnst líka ótrúlega erfitt að finna með strigaskó í Íslandi, sko.
Já, svo er það en það er hægt að finna svona klassíska en þú veist, ég bara langar ekki, það er enginn sem er á vöndunarlistanum mínum. Nei. Strigaskór. Þá ertu bara með nóg af strigaskóm. Jú. You have enough. Það er bara mjög gott. Einbyttið er bara fínt, öðru. sko. Já. Já, þú veist, já. Næsta. Líka smá tísku ting. Balloon pants. Já. Sem tekin saman niðri. Já. Ég spurði þig. Ég er að hugsa. Já. Hvenær var þetta síðast? Ég maður það ekki. Sko, mér finnst þetta... Nei, það kom smá tímabil þegar ég, þú og Jóa fórum til Parísar. Vorum við í balloon pants? Hvað var það? Parachute pants. Já. Já, sorry. Ég er Það er rugglast. allt annað. Já. Já. Ég er kannski smá ekki að fatta hvað balloon pants er þá. Ég skal bara vippa upp einhverju dæmi. Já, takk fyrir. Ég á nokkrar þannig. Við séum kannski þannig silki. Það var bara Pinterest fyrir. Já, sko. Ég held að það sé... Og það eru suma flíkur sem eru svo óksla nettar sem að ég get aldrei verið í. Ég held að balloon pants væri, ef ég er að ímynda mér þetta rétt, væri eitthvað sem væri ekki fyrir mig. En... Það kom svo ógíslega ykta myndir. Þetta er eitt dæmi til dæmis. Já, þetta er cute. Já. Mjög. Ég nefnilega er ekkert alltof reið út í, sko, Já, ég nefnilega er ekkert alltof reið út í teyju niðri, sko. Ég er mjög reið út í að ég er í joggers. Já, ég er ekkert svo reið út í joggers. Nei. Þú stígur alltaf allir buksanínum. Ég var alveg mjög reið út í það, en Já. ef þetta er svona þunn teygja, ekki svona þykkt stroff, hvað þurfum að tala um? Já. Eða svona þykkt. Ég bara, við veist að ég vildi þegar það er þannig, það er svona stroff, og þú sest niður, þá fer það svo hátt upp. Það er sem ég fíl ekki. En ef það er bara gett laust, eins og í ballón, þá er það gett laust og þá er það neðalega. Já, mér finnst það... Stay in your place. Já, ég ætla að segja einn. Já. Veit ég hvort ég myndi púli það, en mér finnst þetta cute. En það er bara einlega til að koma á stæði. Pröfu það. Bara máta. Algjörlega. Samla því. Ok. In eða out? Peptides. Sko, ég er ekki búin að kynna með þetta nógu vel. Nei. Veit ekki þetta. Nei. Geturðu sagt mér það? Nei, ég veit voða lítið sjálf. Já. Er ekki allir að gera þetta eitthvað ólöglega og eitthvað? Eða er þetta eitthvað uppáskrifað eða hvað er í gangi? Þetta er ekki uppáskrifað. Og þannig að þetta er ólöglegt? Nei, þú getur bara keypt þetta. Hvar? Bara það sem þú kaupir peptides. Ég veit ekki hvort það sé, þetta er bara á netinu, sko. Er þetta ekki eitthvað svona að sprauta sig eða eitthvað? Það er hljómar ræðilega, þú veist ekkert hvað þetta er. En peptides er til alls konar típur af þessu. Þetta er eitthvað glow, já, alls konar. Ég sá eitthvað fréttum daginn á bara RÚV á TikTok. Þar fæ ég fréttina mínar. Japs. En ég náði ekki að klára þetta. Það er eins og væri eitthvað vandamál í úlingum að eitthvað óvar að nota þetta og kaupa þetta svörtu markaði og eitthvað. Já, sko, máli ég held að það sé ekki, þetta er bara í sölu hjá ákveðnum aðilum sem eru að gera þetta í rannsóknartilgangi. Ok, nú gæti ég verið að segja eitthvað vitlaust, þannig ég er svona að passa mig að segja ekki eitthvað vitlaust. En ég gæti þetta alveg að segja eitthvað vitlaust. Þið megið senda okkur að fræða okkur. Já, algjörlega. En þú veist, að því að ég held þetta er ekki búið FDA-prófið þetta. Og má það selja þetta? Já, í rannsóknartilgangi. Og þannig að ef ég er núna bara að geta bara á þessu síðu sem þetta selt og bara kaupa mér þetta, þá er það bara minni eina ábyrgð. Já. Ok. Það er smá risky. Það er smá risky, en það er svona mjög margar rannsóknir á baku þetta. Ok. Þú veist, þannig að ég veit ekki alveg, þú veist, en það er vist rosalega margir á þessu. Mér finnst allir vera á ykkur. Allir á ykkur? Já, nema við. Ég veit aldrei hvar maður fær svona til þess að vera á. Á bara að fá allt sem maður á að vera á. Ángríns. Þú veist, akkur eru allir á ykkur? Nei, ángríns, ég sá literally TikTok áðan þegar vorum að skrifa lista og það var eitthvað gæla, bara eitthvað sætgæla og bara the reasons why I'm not on peptides. Af því þetta, ég er að fá þetta svolítið upp á, bara svona af og til, er ég að fá eitthvað svona peptides TikTok upp hjá mér. Og the reasons why I'm not on peptides og svo bara kom eitthvað because I don't know where to buy it. Ángríns. Ég þarf að vita meira þetta. Þú veist, er ég að missa við ykkur? Já, ég veit. Á ég að vera á ykkur sem ég er ekki á? Þú veist, I don't fucking know. Hver á að láta okkur vita? Ég veit það ekki. Þú veist, ég veit ekki heldur. Mér langar ekki að missa af ykkur, skilur. Nei, en mér langar samt ekki heldur að taka þátt í ykkur sem það geti verið hættulegt. Nei, auðvitað ekki. Þannig að ég bara, já. En ég var þú veist, bara inn á beauty tips á hann og það var bara hvað, þú veist, allir að tala á hverju þið eru. Og bara, já, ég er þessi bara, tala þetta sem bara eðlistu hlutur í heimi okay. að vera á ykkur. Og hverju voru það á?
bara alls konar einhverju svona nöfnum sem ég þekki ekki einu sinni. Já, ok. Einhverju svona sprautur eitthvað. Já, en hvað finnst þér peptides? In and out? Ég veit það ekki, ég get ekki, að ég veit ekkert þetta. Þannig ég er neutral hérna. Já. Veit ekki hvort ég át eða veit ekki hvort ég inn að ég, eins og þið heyrið, I don't know shit about it. Nei, ég sammála. Ég þarf alveg að do my research á þeirinn fyrir að svara þessu, sko. Já, sko Aron er búin að segja mér þetta svona 4 sinnum hvað það þýðir og hvernig þetta er brotið niður og hvað þetta gerir. Þetta er svona margar típur eða ekki? Jú. Eitthvað fyrir skinny. Þetta er allt eitthvað svona mismunandi aktiv efni í, þú veist, peptides, skilur, og þú ert að kaupa bara mismunandi aktiv efni. Sumir eru á glóð þessu, skilur. Já. Einmitt. En ég veit ekki alveg. Eina sem við munum eftir okkar tímum þegar fólk var að sprauta sig með ykkur, það var bara Melotan. Einmitt. Það var eina sem ég hef heyrt af. Núna eru bara milljón hlutir. Já. Hvað er það að fá þetta? Ég veit ekki. En ég er sammála, ég er nútlaðna, en þú veist, ég vildi bara tjekka því ég myndi að fá þetta svo stundum á til upp hjá mér. Ég þarf að kynna mér þetta betur, sko. Já. Ég þól ekki þegar ég veit ekki eitthvað. Ángríns, já. Ok. In eða out, parasocial relationships. Hvað það? Það er one-sided physical bond where a person invests in emotional energy, interest or time into a media figure. Such as celebrities, influencer, fictional characters. Okay. Sem veit ekkert af your existence. Það er bara inn. Já, það er bara basically tepað. Já, bara you have a celebrity crush, that's okay. Bara eitthvað við erum mikið að parasocial relationships. Svo mörgum, sko. Wow. Ég veist ekki að vera til orðið fyrir okkur. Nei. Við ætlum að setja það undir tepað. Bara tepað, parasocial relationships. Ángríns. Það er bara við. Já. In. Svo in. Good to have some celebrity crushes, sko. Já, bara þú veist. Right? Já. Ok, sleipuefni. In. Alltaf in. Blushið það. Já, inn og út. Já. Sérstaklega sleipuefni frá Blush. Já. Heyrðu, stórglæsilegt. Nú slúum við bara styrkja íslenska framleiðslu. Kaupa bara Blush sleipuefni. Já. Þau eru náttúrulega líka með frá öðrum merkjum. En já. Bara Úpilúp og líka nákvæm þannig. En við ætlum bara að kaupa frá Blush. Það er líka, kemur svo stóri túb. Já, það er næs. Já, það er geðvitt. Það er gott Blush. Já. Gott, sko. Já. Gott stöf. Gott stöf. Það er svona gott stöf. Ok. In and out, oversharing. In. Right. Jú, mér veist það, en ég er alltaf að gera það samt. Ég líka, ég sé fælistinu hvað ég gera. Ég líka. En samt erum við hér. Já. Satt. En ég er svo bara safe með þeim. Já. Ég er svo safe með þeim. Þetta er meira svona ef ég, með ykkur sem er að hlusta, skilur þetta bara, ef ég fyrir eitthvað sér hvernig ég bæði eða eitthvað. Grís. Það er bara, damn. Einmitt, sammála. Ég fæ kvíðið því, en ég fæ ekki kvíðið að overshare hér eða við vinkonum. Nei, bara, þetta er svo You are my besties. Já, þetta er svo mikið safe zone. Já. En meira bara svona ef ég bara svona lendi á jappi við ykkur. Já, okkur rand og tandó, sko. Já. Já, sammála. En þú veist það er svo mikið fólk að tala um að oversharing sé átt, ég bara... Í hvaða samengi? Okkur þetta að vera á? Já, bara þú átt bara að vera mysterious. Já, ok. Bara við erum lengur búin að missa þann titil. Erum það ekki? Já. We can never be. Nei. Ég veit allt okkur, bara allt frá bara, ég veit það ekki, æskun okkar yfir í hvað sleipefnu notum. Basically. Og kynlýstæki. Basically. Það er þetta ríkulega þegar þú setur þetta svona upp. Já, við veit alltaf mikið. Já. Hvað er fólk kynlýstæki okkar? Já, they know. Já, they do. Já. Það er ekkert shame. Nei, það má ekki vera eitthvað shame í því. Mér finnst það ekkert shame, ég get talað um það alla. Já. Ok, þú ert næst. Sorry, ég ætla að taka yfir. Ok, in eða out, svona steinar í make-upi. Já, bara svona Sara Larsson. Já. Bara inn. En þú veist bara, við myndum mæta bara eitthvað upp skrifstofu, bara að vinna, ég ætla að klára málum með þess að kem ég, og svo leggjast það, svo kem ég og ég bara með steina. Ég væri bara express yourself, queen. Já, ágríns, ég væri bara eitthvað, vá. Þú ert með einhverja klukkutum í sólringu sem ég langar í. Já, nei, ég myndi bara elska það. Já. Ég myndi alveg gera það ekkert mann. Já. Ég bara á ekki steina. Nei. Ég hef eins og gerst það, en make-up fyrir eitthvað TikTok. Hætti að grafa bæða við í gamlu TikTokin. Þetta er alveg orðið þreytt núna. Veitu, hvað var þessi hvernig TikTok var það? Þetta var eitthvað svona euphoria trend. Ó, já, það er gott. En þá varst að gera trend. Ég bara meira svona, þú veist, hún er svo mikið, þetta verði ekki bara svolítið sumar, í sumar verður bara svolítið, þú veist, þess að við erum frá Harry tónleikana, við erum potið að henda steinum á okkur. Voru ekki með þannig við Harry sínast? Við keyptum allavega. Já. Ég heldur settum á okkur, nokkra, hérna hjá eyelinerunum. Já, geta alveg verið. We're so crazy. We're so crazy, we're ahead of our time. Ég held sér inn Defo,
inn, já. Og verður mjög mikið inn í sumar. Já. Næsta hjá mér er leopard print. Oh my god, ég ætla að skrifa þetta líka. Bara tala um balletta tíu. Já. Sko, mér finnst það svo mikið haust hérna print. Ég get sagt það, ég get sagt fyrir mig að þá er þetta átt. Já, samla. Út af því, þú veist, ég átil með svona þannig buxur. Já, ég búið að selja mínar. Já, ég veit það. En ég átti það. Já, ég sá það. Ok. En Þú veist allt sem ég er búin að selja. Ég fylgist með. Já, þú veist, stulli. Takk. En ég var bara eitthvað, ég á mínar ennþá, sko, og ég var svona, mér langar smá að geyma þér ef þetta skildi koma aftur. Mér langaði ekki að selja mínar, sko. Ég var ekki búin að nota það svo lengi og ég er með reglu. Ok. Ég var bara svona, að ég er að reyna að horta ekki, skilur við. Já. Og þú veist, það var komið ár, eða meira, eða 2. Þannig ég var bara, ok, ég þarf kannski að gefa þetta upp. En mér langaði að setja þetta niður í geymslu búninga. Já, í búninga, já. Ég meira sem að hvað það kemur aftur. Það getur komið aftur og þá er gott að grípa í búningan sína, sem maður er að safna. Já, satt. En fyrir mig akkurat núna, þá myndi ég ekki klæðast þessu. Það er bara, já, það er kannski ekki fyrir sumarið. Nei, ekki fyrir sumarið. Mér finnst það ekki eitthvað át, skilur við. Mér finnst það bara svona... Ég finnst það out right now, fyrir mig, fyrir að tala um. En það getur breyst í haust. Það getur breyst. Skilur. We never know. Mér finnst það alveg svona mob vibe, cute vibe, sko. Það er það, sko. Það er það. Mér finnst það. Líka bara að lýsa rinnakjöllin sem ég var í, sko. Ég bara aldrei litið betur út. Gorgína, sko. En það var í haust, skilur. Það var Halloween. Já, betur. Það var líka búningur. Já. Ok, Public Display of Affection, eða PDA. Já, þetta er... Ég finnst fólk vera smá svona viðkvæmt fyrir þessu. Sko, málið er... Já, svara þú. Þetta er basically til að útskýra hvað þetta er. Þetta er bara, þú veist, þú varst með maganíinum eða einhverjum gæja eða eitthvað og þú varst bara í sleik, bara fyrir framan alla. Bara veitingastað í sleik, út á götu í sleik, leiðast, knúsast eitthvað þar. Bara public, svona sína publicly ykkar affection. Ég segi inn. Sko, ef oversharing er out, ég er bara að tala núna hjá þessum, bara The Academy, skilur þú veist, samfélaginu sem er að velja hvað er inn og hvað er out. Ef oversharing er out, þá ætti PDA að vera out. Ég held að PDA hefur aldrei verið eitthvað inn. Jú. Eða það? Já, ég held það alveg. En sko... Fyrst fólk alltaf vera trigger til einhverju er sleik út á götu. En ég held það bara, ég go off. Já, sko, mér finnst það alveg vera inn. Mér finnst alveg inn að geta sýnt og sérst ástfanginn og elska hvern annan. Mér finnst það alveg inn. En ef oversharing er átt, þá myndi við finnast þess að þetta er átt. Þú ætti ekki láta þetta áhrif á það. Nei, ég er bara að tala um. Þú veist, ef maður á að vera allt í stay mysterious, þá myndi mér finnast þetta líka flokkundi það. Já, en hvað finnst þér? Mér finnst þetta inn, ég var að segja það. En ég er að segja, þú veist, ef ég væri með eitthvað svona markmið að vera eitthvað stay mysterious, þá myndi ég ekki gera það. Þá er þetta obviously ekki mysterious að vera sleik út á götu. Nei, right. Nei. Nefnum svo bara sleik við random fólk. Það er ekki mysterious. Það er bara alls ekki það. Ok, inn eða átt að romantasæsa hlutina? Bara alltaf inn. Ángríns. Alltaf inn. Það er best sem við gerum. Já, það er bara til þess að gera manni dagamun. Þú veist, það er eitthvað sem gerir dagamunna góða. Nei, bara eins og við. Bara, þú veist, við erum bara að taka bara hellað vinnusessjón og við ætlum að fá okkur vinglas með því. Já, út af við bara... Það er romantasæsa the work. Skilur við bara, trítum okkur, gerum bara, við þurfum að gera helling og við ætlum bara að fá okkur eitt vinglas með því og hafa það næs, skilur við. Og það er svona... Bara með tölvunum okkar, vinni. Gera bókaldið, vinglas með því. Eitt bara gott, crispy Coca-Cola Zero. Coca-Cola Zero. Já. Það er bara romantiskt að gera eitthvað svona sem að trýta þig, skilur við. Algjörlega. Við náttúrulega hefum gert heilan þátt um þetta, sko. Ég geti gert svona 100 í viðbót. Já, ég veit það. Þetta er bara uppáhalds hluturinn minn í heiminum. Ég er svo sammálaður. Við hefum eiginlega alltaf svona smá live-bæðis. Alltaf. Að svona gera næs úr leiðilegum hlutum, skilur við. En svo líka að hugsa bara back in the days, bara þegar maður var yngri, að þá gerum maður þetta líka. Við veist, við vorum að tala um daginn, við vorum að koma æfingu, við svona, og það var svona eitthvað svona rigning og blautt og maður var svona eitthvað svona smá blautur eitthvað, við vorum búin að út að hlaupa á vörltveitæfingunni og við vorum að labba í bílinn og við vorum svona mann lifið bara svona að labba heim úr skólanum svona hálf votur. Þá kom maður heim, maður skiptum föt og maður bjóð sér til ristabrauð með, þú veist, kannski smjörost og sulta eitthvað
og Kakómalt. Nesquik kakómalt, skilur Maður svona þrýtaði sig. og maður settist niður og kveitti kannski Disney Channel Já. eða whatever, skilur, það er líka romantisæsing Já. og maður var allalega heim bara, ég er að fara að fá mig þetta, ég ætla að fá mig þetta, ég ætla að fá mig þetta. Það trýtist maður sjálf að gefa heim. Ég ætla að horfa á þetta, ég ætla að fá mér þetta með. Ég ætla að fara í þessi Akkur kósi er það svona föt. universal að maður fekk sér ristabröð og kakómalt. Án gríns. Fokka, maður langar í það. Sko Bandaríkin voru þetta ekki í, það er ykkur TikTok-gælu, Já, við sjá þetta. ég bara sjá þetta. Það var skemmtilegt. Það voru eitthvað svona, Akkur vill það aldrei segja hvað hún er. hver? Þegar tala um þær. Jú, já. Hún segir bara, ertu ekki að tala um hana gæla sem er eitthvað I grew up in the US og svo kemur inn I did not. Já, hún segir hún ekki Ísland? Nei, Einmitt. segir aldrei hvað hún er. Já, En kannski svona til að láta fólk vera svona hvaðan ertu. já, kannski. Já. En það eru skemmtilega, það voru svona að pröfa svona snacks sem það gerði sem börn. Og maður var alveg gaman að sjá þetta, en mér finnst hún var ekki eitthvað mjög vön, þessi bandaríska ristubrauði, var það nokkuð? Nei. En fyrir þeim þá er þetta peanut butter and jelly. Já, einmitt. Það er Ekki svona ristað. þeirra, já. Það er alveg gott. Það er geðveikt gott. Já, en þú veist, fæ mér aldrei. Ekki heldur. Benedikt fær sér það mjög reglulega. Er það? Já. Vá. Hann er bara að kaupa sér fransbrauð og ég ætla bara love it. Já, bara, you go. Já. You Þetta go, er líka Glenn ekki eitthvað það Coco. óholt, sko. Nei. Bara geðvitt. Já. Fæ svona átt eitt bita. Svona, ó. Geðveikt. En maður ólst ekki upp við, ekki við allavega. Nei. En já. En ég segi bara, we've been romanticizing já, things síðan við vorum... einmitt. Nú erum við búin að gera þennan þátt um þetta, skilur. Já. Bara, Ok, náttföt sem föt. átt. Það? Æ, það er ræðilegt. Það? Að bara fara í náttbuxunum, bara tjóða bóksinnáttbuxunum út eða eitthvað. Nei, kannski ekki alveg. Ég var meira að minna svona, þú veist, þú kaupir kannski eitthvað svona silki náttkjól Ok. sem er með blúndi og þú notar það sem bara... En það dressi. er til svo margir kjólar sem að lúkka í svona náttkjól. Það er ekki það sem ég er að tala um. Nei, við vorum ekki að tala um það sama. Nei. Ég er að tala bara eins og það krakkar fara bara í bara Nei, hagkaup og í- það er ógeðslegt, í bara- sorry. Nei, ok, það er ekki ógeðslegt. Það er ekki, ég ætla að taka Hljómar tilbaka. eitthvað mestu Nei, ég ætla að taka heimilegu tilbaka. kaup konur. Já, ég er taka tilbaka ekki að því ég er hrædd um að þið móðgist eitthvað, því ég hef oft þurft að taka dóttur mína með í náttfötunum þú veist, í Já, hagkaupi en við erum ekki eitthvað. að tala um börn, við erum að tala um bara úlingar sem Já. fara viljandi í buksunum, bara Úlingar þá bara, oi, þú veist, ertu í Þetta alvörni? var líka í tísku þegar við erum litla, sko. En bara, oi, ertu í alvörni? Bara inn í hagkaup að versla Ekki og svo sofi í þessu, bara please, segir mér þetta ekki sofi í þessu. já, ertu svona að fara og svo kannski laða bara til bíl eitthvað og þú fer skvett á þau bara svona vatni af úr drullupollunum sem eru á bílastæðum Ísland, skil út á öllu þessu slappi Já. og er svo leggst þið upp í rúm. Disgust. Ógeð. Out með það. En ég out. verður svona að meina að þú kaupir fötar bara, ég get ekki nota þetta sem bara, Það er allt annað. það er allt annað. En ég sammála þér, hittir out, hittir inn. Já. Já. Ángriðs. Já. Áhrifavaldar inn eða átt. Mista inn. So in. Ég bara, nei, ég hata það. Out. Þetta er En- bara ykkur annar Æ, að ég svara veit þessa ekki, þú spurningu. veist, Við getum náttúrulega ekkert sagt hérna, sko. nei, mista bara inn. Já, það er bara fucking en inn. ég skil ekki, þú veist, mér finnst það líka, þetta er ógeðslega svona gildislaði orð. Fólk er alveg bara að elska Það að er hata búið þetta orð. einhverja þetta orð. Já, Mér fólk- líður svo við þurfum að búa til nýtt orð yfir okkur. Já, fólk We need a elskar, new word. fólk elskar að hata þetta orð. En svo á sama tíma bara við erum, það er allir áhrifavaldar í sínu lífi, sko. Algjörlega. Þú hefur alltaf áhrif á kauphöfun einhvers En er staðar. einhver svona karriér eins hataður og áhrifavaldur? Nei. Þú veist, fólk elskar að hata áhrifavalda. Og þú veist, þetta orð er svo ljótt og svo leðilegt, skilur. Það er bara búið eyðilegt orð. Fólki Já. finnst bara asnalegt að segja, þú veist, eins og við erum oft bara eitthvað, já, ekki nota starfsætið áhrifavaldur undir. Við segjum frekar bara eitthvað hlaðvarstjórnandi eða eitthvað, skilur, því Já. að þetta það er búið að krinsja þetta svo mikið. Já, það er búið að krynsa mikið, ég samla. Þú veist, influencer strax skárra, sko, en það er Já. samt líka alveg cringy úti. Já, Fólk reynir að svona, já, ég ætla að vera eitthvað annað líka í business owner eða já, eitthvað, já, skilur. algjörlega. En er eitthvað annað starfsæti sem er svona, skilur, hatað fyrir, og samt er allir bara consuming this, skilur, Já. að horfa á þetta. Nei, það er alltaf nætt sem þetta er í hug. Það er ekki bara, fokkin löffræðingar. Nei, þú Æ, veist, skilurðu? bókara eða eitthvað, en það elskar allir bókara. Það elskar allir bókara. Já. Bara think God for bókara. Ángríns. Nei, ég held í alveg en ekki. Eða með einhverja hugmyndir, senda okkur. Samla. Ok, já, ég tóð mín spurning. Áhrifavaldar inn. Inn. Ok. In eða out og Ozempic. Mér finnst það ætti ekki að vera trendað, ég vil segja át, að þú veist, fyrir mig,
ég er ekki að fara að segja sér trend, skilurðu. Nei. En það er náttúrulega bara allir á því, skilurðu, þannig að það er alveg inn fyrir samfélaginu, en samt ekki. En samt. Svona fólk er ekki að viðurkenna þessi á því. Svona núna finnst mér svona fólk byrja að vera bara, já, ég er á því, skilurðu. Já, ég samla. Bara fyrir svona ári síðan þá var fólk bara að neita því. Já. Mér finnst fólk líka verið rosa mikið núna, þú veist, eitthvað svona, já, ég var á því. Já. Ég pröfaði það. Já, tilbúið að viðurkenna eftir á. Já. Já, klálega. En þú veist, en eru bara að viðurkenna að þið eru hætt á því. Já, ég veit það, já. Það var ekki fyrir mig. Já. Já. Já, einmitt. Það er náttúrulega búið að vera svona. Það er náttúrulega komið svo mikið að líka samheita einhverju dóti núna. Já, einmitt. Sem er svona svipið orðið kannski meira átt og það er eitthvað annað sem er inn, skilur. Það er hérna Víkóví, hana. Það er eitthvað sambarilegt, held ég. Já. Það er mjög sem líður þess að sé bara svona 1.000.000 orð. Kannski eru til, já, er það ekki? Jú, bara eins og þessum beauty tips þræði sem ég var að lesa. Já, og fólk allir bara- á einhverju sem ég hef aldrei heyrt En um, þetta er bara sem, já, bara spyrja hvað það sem hvað er inn það. Það er greinilega inn, skilur. Já. En ég veit ekki. Veit ekki hvernig ég á að koma að þessu. Veit ekki hvað maður finnst þetta. En þér? Ég veit ekki heldur. Stöðu er það inn fyrir þá sem vantar þetta, skilur. Já. En ég held að séu allt og margir á þessu sem þurfu ekki á þessu að halda. Og ég veit ekki af hverju mér þá ekki sama. Æ, fattur þú? Ég verður pirruð að fólk sjá þessu Nei, þú veist, ég var ekki pyrri. En ég verður bara svona, af hverju með bara ekki verið á þessu og ég bara, já, þetta er inn alveg svo bara fucking íbúfinn eða eitthvað. Þú veist, I don't fucking know. Já, ángríns. Af hverju er, já. Æ, Af hverju fattar er ekki bara allir vera á Já. þessu eins og þessi taka Paradox, skilur. Já, þú veist, I don't know. Nei, af hverju er þetta svona mikið Af hverju er þetta svo touchy? Já, þegar fólk, er það ekki bara afbrýðsað með það? Jú, en erum við þá bara, þú veist, er maður þá bara afbrýðsamur? Ég held að þetta sé afbrýðsað með to be honest. Að þú bara hafi fengið aðgengi í þetta? Já, ég held það. Það er bara svona, já, ok, af hverju þú að þessu, má ég líka, skilur. Já. Þannig fólk, Eða bara, ég get duðlega með rættina og þú bara búin að missa 100 kíló bara. að því að borða minna, Já. Já. literally, Já. út af þetta lætið þið borða minna. Það ekki? Jú. Þetta er bara lyf fyrir sykursjúka Já, en þetta líka blóðs- jafnar eitthvað insulín og eitthvað, sem ekki? er það. Ég veit það, en Það, eða svona, það skilur, þá ertu ekki að spæka í blóðsykrunum, skilur, þá verður ekki eins kreyfing, sem að það er basically það að þau borða minna, skilur. já, við erum alltaf að borða allt og mikið. Allt og mikið. Allt og mikið. Ég er ekki að tala um mig Bara- þig, ég er bara að tala bara samfélagið, Já, eða þú veist- bara, þú veist, við sem hvað er við? Dýr eða eitthvað? Hann er skepnandi. Já, með klálega. Þú veist, maður á ekki, þú veist, maður har hort bara margar í sig sem maður á ekki að vera að borða svona oft á dag og svona mikið, skilur. Já, bara hvernig á ég ekki að vera svöng? Já, þetta er bara marketing, er bara búið að, þú veist, eyðileggja bara matasamband við ótrúlega margar. Já, Það er bara búið að, já, þú veist, það er bara verið að reyna að selja okkur vörur og við erum öll orðin bara einhvers konar já. matafikt, Þannig skilur. kannski er þessar vörur, eða þú veist, þessi lifi svo sem það, taka okkur tilbaka. Já, kannski. I don't know. Já, en svo I er náttúrulega don't alltaf know. einhver sem misnotar eitthvað, skilur. Algjörlega. Svo var náttúrulega alveg svakar umræða að þetta væri að taka svo mikið af fólki sem actually þarf við það. Það er náttúrulega hrikalegt. Það er hræðilegt. Það er hrikalegt. En svo núna er komin 100.000 sammyndalið við okkar. Það hlýtur að vera nóg til, já. Já, veist, ég hef alltaf ekki heyrt þá umræðu lengi. Nei. Ég man það var mjög mikið fyrst. Allavega. Næsta. In eða out kreatín. Ok, ég vil segja inn. Ok, og ég er oft múið að segja, ég ætla að byrja að taka kreatín. Ok, nú er ég búin að taka Happy Hydrate kreatíni. Ég tók það fyrst daginn, ekki fyrst, ég fengi mér að segja á milli, en núna er ég svona að reyna að byrja. Og þú varst búin að tala um bara svona aðalega fyrir bara the brain function, bara get it going. Og ég er svona, ok, fekk mér bara svona kvöldið til. Bara fekk mér og ég var bara, ég nefndi að gera restina af bókhaldun okkar. Nei. Jú, út af þessu. Já. Ég held það. Gæti verið placebo, skilur. Ég örgulega placebo, Já. en bara I'm telling myself. Og að því áttum kreatínu heima. Og ég var bara, ok. Svo núna, og ég fann alveg smá svona, nú erum við að taka það í nokkra dagar straight. Og ég er svona svolítið sammálar. Ég er komin átt svolítið svona, heyrðu, hausi minn þarf aðeins að Já. vakna. Ég sver það. Bara Ég er svona unnu einbeitingin. manneskja, sko. Já. Einbeitingin Já. og mér finnst ég vera meira til staðar og mér finnst ég geta að hlusta betur. Einhvern veginn. Það er svo oft sem ég er bara svona, fólk er að tala um mig og ég er bara ekki með þér. Já. Og svo er ég bara svona, fuck hvað þessum manneskja að tala um bara senstu korteri. Já, En núna finnst mér að geta einbeitt mér að meira. Svo augljóslega þarf einhver ofvirkni eða ADHD-lyf eða Já, eitthvað skilur. örugglega. Ég er bara aldrei
gert neitt í því. Nei, einmitt. En mér finnst þetta að klálega hjálpa. Já. Þannig ég segi inn. Ég segi inn. Kreatín inn. Bara ótrúlega auðvelt að hoppa á kreatínvagnin og bara vera, þú veist, kaupa sér frá Happy Hydrate, kemur í stikum, getur verið með þetta í veskinu. Já, bara ef þú gleymdir þá getur bara, þú veist, verið með í veskinu bara, ójá. Svo þægilegt. Já. Geðvikt. Þú. Já. You're doing. Næsta. Nammibarinn í Hagkaup. In and out. In and out. Sko, ég fer aldrei í hann. Nei. Hvað langt sem þú fikk ég bara blandi póka? Ég fæ mér alveg, þú veist, að bensi með það. En ég sjálf að velja með blandi póka, það gerist ekki. Bara aldrei? Nei. En ég læt bensa fara. Af því ég fæ smá svona ykkur sjálfur með að vera eitthvað að velja með nammi. Þetta gerist svona once in a blue moon hjá mér sem ég fæ bara svona oh my god, mér langar bara að horfa á bíómynd og vera með minn eigin nammipóka. Bara sem svo ég fekk að gera á laugadöfum þegar barn. Nú langar mér ógeðslega mikið í nammipóka. Veistu hvað þetta er næs? Ég verður búin að velja þér bara alltaf besta. Bara þú átt bara með svona bréfpóka sem er bara þú ert bara að setja heim og horfa á bíómynd með allt besta nammi sem er bara þitt. Já, ég er svona mitt smá toxic sko að því ég læt bensa, ég læt þess að hann tekki mig geðið vel. Bara hann fyrir nambarinn og ég bara, þú kaupir það sem ég fíla. Já, ég myndi aldrei testa gunna fyrir þessu verkefni. Þú kaupir hann ekkert sem ég fíla. Nei. Ég bara tókst í alveg bara 2 á þessu. Akkurat. En þú veist, það er svona low-key gott. Af því þá er ég ekki over-eating á namminu. En stundum má maður bara fá sér blandi póka. Klálega. En þú veist, ég kreifa bara ekki að nammi. Ég meira svona savory eða súkkulaði. Ég er sammála, ég er með þér þar, en ég fæ svona eins og segi, once in a blue moon sem ég bara, mig langar í nammi. Ég var alltaf hana með freyjumixi, mannstu því, bara þú veist, það var bara óléttu krefið mitt, ég var óléttu af emblu. Fannst það geðveikt, það er bara ekki lengur. Nei, það er eitthvað búið að breytast, það er eitthvað. Það er bara ekki fyrir mig lengur, bara sorry to say, bara being honest hérna. Það er bara ekki jafn gott. Og ég fekk fyrsta skipti, þú veist, það voru alveg búin að líða nokkur ásinn, ég fór í nammibarinn. Og ég fekk bara svona fyrsta krefið bara einhvern veginn þegar ég var núna ólétt af Elisabeth og ég var bara eitthvað í Hagkaup í Smáralind og ég var bara ég gæti alveg valið mér bara nokkra móla sem mér finnst bara geðveikir og þetta hefur gert svona once in a blue moon síðan og ég bara þetta er ekki leiðilegt sko. Nei, þetta er geðveikt. Bara goated. Ángríns. Bara nammi bara að velja sér allt. Ég er meira að núna, þú veist, ég hef komið eitt nýtt uppáhaldsnammi sem er eitthvað svona drumsticks í svona bara póka. Ég kaup mér svona eitthvað súru ormana. Það er svona mitt. Og svo þetta núna, þetta drumsticks, þetta er svona eins og smá svona eins og sykurbúðu en samt ekki, skilur við. Svona mýktin að þessu. Új. Ekki samt alveg þannig. Þú myndir ekki fylgja það með, sko. Nei, ég veit þessu þessu ói. En ég er búin að kaupa þetta núna, þú veist, Birgitta sýndi mér þetta nammi. Er þetta svona svo mægisinn? Eða sem er svo oft í kringum Halloween? Kannski smá. Svona corn hana. Samt svona flatt. Já, ok. Interesting. Ég verði að leyfa að smakka þetta samt. Já. Þetta er, Birgitta sýndi mér daginn og ég var bara, þú veist, ég gæti ekki hægt að borða. Ég var bara, hvað er þetta? Og núna er ég alltaf að kaupa mér þetta. Ógeðslega gott. En þú spilur ekki keypti það, blanda við ormana, blanda við tutti frutti sour, skilur. Það er bara ekki eins svona að fá sér ormana í, þeir eru ekki í nambarn. Æ, þú veist, ég tala bara svo same, bara hypothetically. Þú veist, það er það sem er svo geggja vinna við bara einn. Ég elska að fara nambarinn og þú veist, sendi bensa, bara kaustu smá súkkulaði og smá nammi. Já. Skilur, þá bara ég kaupa heilu pókana, skilur. Já, nefnilega. Þegar maður kaupir heilu pókana af tutti frutti, þú veist, þá bara, þeir hverfast, skilur. En svo getur maður blandið það með upp og brjóssikið sinn, blandið, smá mix, ég þurfum vel að fara í nambaran aftur, sko. Bara svona. Förum á laugardaginn, nambarinn Hagkaup. Já. Eða ekki á laugardegi. Það er við erum að spara. Við erum að spara. Já. Það verður einhver að fara á virkundum. Já, það er enda rétt. En ég er undan þegar ég fer, þá er það yfirleitt ekki á laugardögum, sko. Bensi fyrir oft á laugardögum, sko, og hann kaupir svona kíló að póka, sko. Ok, þú ert ekki það. Ok. Má ég sjá bíó. In and out. In? Já, bíó er it's in. back. Já. Það var aldrei out fyrir mér, en núna er það svona fólk er að fara í bíó. Já, ég elska að fara í bíó. Já, við erum að reyna að vera með góða myndir, takk. Já. Já. Það er alltaf að finna ykkur eina góða. Þú veist, maður veit bara ekki
Nei, satt. Að hún sé góð. Já, maður þarf bara svolítið að tjekka því. Smá bara fara á einhverja spólu. Ég er svolítið að taka rúlletuna bara barnamyndum að þeir eru að fara með emblu, skilur. Það eru svona drullu góðar. Stundum, geðugar. Oft, sko. Þú vil ekki alveg fara á leðilegar, en þú veist, eru stundum mjög góðar, sko. En það er sko í alvörinni, ég veit ekki hvað það er mörg ár sen ég og Gunni fórum saman í bíó. Aha. Já, þess þeir eru ekki að fórna pössum kannski í bíó. Nei, og það er svo að finna að hugsa út í það þegar maður var alveg að fara svona eitthvað hryllingsmyndir saman á kvöldin eða þú veist, eitthvað svona þegar það var gett mikið sport, þú veist, það er allar voru í bíó, skilur. Ég man ekki hvernig við fórum að prósast heil meira saman daginn. Já, rétt. Það er rétt. Er þetta að ljúga? Já, ég var að ljúga núna. Lígar garpuriðin. Bíórinn. Já, bíórinn. Ok. Tilbúin. Já. Canon G7X Mark. Inn. Er það? Já. Þú veist, og þetta er einn hæpaðasta myndavél og hún tekur geggjaða myndir. Hún er svo fucking treg. Já, en flestar flassmyndavélar eru tregar, sko. Er það? Já. Nefnum að segja bara með professional stórt flass. Flassið þarf alltaf smá tíma til að hvíla sig og kólina annars bara þau sprennið það út. Já, en við hefum alveg átt þessa umröðu samt bara, vá, okkar ætlum að sé svona óksla hæpu þegar hún getur verið svona óksla treg. Ég held að samt engin myndavél með innbyggðu flassi sé eitthvað mikið betri, sko. Nei, hvað segja? Þannig, en ef þú ert með svona flass eins og Jói-myndavél, það er ofan á, þú veist, bara sér risa flass. Þess vegna getur hún tekið 3000 með flassi. En það nennir ekkert alltaf að vera með það á þér, skilur. Hún er klálega inn, þetta er bara vinsælsmyndavél ever. En við þurfum líka bara að læra að við þurfum ekki 3050 myndir. Svo er það kannski það. Það er out. Maybe are we problem. Það er meira inn að taka færri myndir. Já. Ég þoli ekki þegar maður endar að taka 3000 myndir. Eyðir alltaf með ykkur tíma í það. Maður gerir þetta alltaf. Ekki samt alltaf. Nei. Stundum með maður, ég er bara góð. Já. Og þá á maður besta kvöldið og þú veist, í staðan fyrir að vera alltaf mikið, þú veist, já, allavega að reyna að taka svona styttri tíma. Styttri tíma í það, já. Og þegar við setjum tæmir á okkur, ok, 500 mann. Já, það er gott. Sem er alveg fucking mikið tími og bælið í. Já, 5 minutes. Ok. In eða out, nýja Coke 000. Coke 000. Það er 000 á flöskunni, sko. Nýja Coke 000 er in. Það er alveg flott. Og ég sverða að þetta er besta sem ég smakka á æfinu minni. Ég veit ekki hvort það sé bara umbúðina, sko. Já, þetta er bara sama bragð, sko. Það var náttúrulega, þú veist, besta í heimi. Og núna er það eitthvað ekstra gott. Það er líka bara svo gaman, þú veist, það er bara svo gaman að fá hluti í nýjum umbúðum. Æfættur er bara að breyta til venjunni. Já, she's looking grand, sko. Já, leggja borðun og svört og sem ekki rauð, skilur, það er gaman. Já, hún er alveg slegin. Hún er slegin. Svörtu með gildu líka. Já, hún er elegant. Já, nei, sko, ég fangirlaði þegar ég sá þetta koma út, sko. Ég fór beint að kaupa mér. Ég veit það, já. I'm here. I'm getting some. Já, best. Mæli með að tjekka nýjum umbúðunum. Ógeðslega flottar. Ógeðslega flottar. Ok, in eða out langar neglur. Sko, out fyrir mig, oflangar. Þú er náttúrulega með nail blindness. Já, ég ætla að segja in. Já. Birta er búin að vera bara, oh my god, það er svo stuttar. Og hún er bara með lengstu klær sem ég sé á æfinu minni. Já. Þú gætir ándjóks poke someone's eye out. I feel like you're lying to me. Birta, horfðu innan á. Þetta er svona 18 metrar. Þetta er mjög langt því að horfa þetta hér. Já. En því að horfa þetta hér finnst mér þetta bara mega náttúrulegt. Þetta er mjög náttúrulegt. En ekki það að náttúrulegt sé eitthvað betra, sko. Ég er ekki að segja það. Nei. En fyrir mig þá finnst mér að ég er á smá tímabili. Þannig að ég fíla að hafa þær stuttar, skilur, en ekkert eitthvað ofstuttar. Ég vil ekki vera bara með alveg en uppi. Ég er alveg búin að vera að safna mínum, sko. Og ég er með ánað með að þessu komin þessa lengt. Þetta er flott, mjög flott, sko. Takk. En já, þú veist, fyrir mig þá er ekki að gera akkur núna. Nei. En ég muni, þú veist, þegar við höldum live-show og þá fyrir ég ykkur klær, sko. Fyrir ykkur svona tilefni. Þetta er bara rosalega þægilegt. Já, ég trú því. Ég myndi bara lukka þessu smá trúður með svona stuttar. Það tekur 2 mánuði að ná þeim, skilur við. Ég var alveg verið með stuttar neglur, sko, og mér líður aldrei vel með þess. Þú þarft að taka ljótt tímabil. Þessu fyrstu 2 mánuði já, þetta er svona á mínum lengri. Já, samt það, já. Já. Það er bara að taka smá ögli bara skilur tímabil. Það sem það eru. Mín eru ræðilega fyrst, sko. Pínkulillar. Já. En já,
já. Ég er með að skrifa líka langar gerfineglur. Er það? Já, því ég var að tryggja því. Ok, má ég sjá. Ok, in and out. Svona alvöru perfect aesthetic Instagram feed. Mér finnst það átt. Já, sammála. Mér finnst það svo, ég er bara svona, oh my god, þú ert ekki, þú veist, það sem ég finnst skemmtilegt, það sem ég, og nú er ég að tala fyrir mig, það sem ég er að leita, þú veist, þegar ég lenda okkur stelpum, skilu, og ég er bara, ó, vá, skemmtilega síða. Það er bara að you're living life, þú ert ekki bara eitthvað, ég get ekki postað þessu því að veggurinn er ekki hvítur fyrir aftur mig. Bara sorry. Þegar allt er svona fullkomið, þú veist, ég fer á Pinterest fyrir það. Ég vil sjá meira svona, hvað varst að gera? Þú veist, hvað er skemmtilegt? Ég elska Instagram sem digital diary og ég bara svona, ég fæ innsýninni þitt líf, hvað þú ert að gera og þá skiptir mig ekki máli hvort að veggur fyrir aftur þessi blára hvítur. Nei, sammála. Skilu, og hvort að myndin síðast hafi verið selfie að þér líka. It does not matter. So over that, sko. Ég er svo over it og núna elska ég að fólk bara skrifin á myndirna sínar, I love it. Bara svona skemmtilegt. Já, bara pröfum eitthvað nýtt og gerum eitthvað nýtt og gerum eitthvað fest. Ef þú ert all for the aesthetics, but you go ahead. Það er bara annað koncept, skilur. Já, það er bara ekki fyrir mig. Þú veist, það er ekki þessi grípur þig. Nei. Þú ert næst. Já. Ok, að vera með sólgleru inni eða átt. Það fyrir eftir, eru þið dökk eða bara svona sérst í gegn? Ég persónulega myndi ekki gera það því ég verð bara smá blindi yfir sólgleru. Ég get stundum ekki keyrt með gleru því ég heyri ekki neitt. Nei, já. Ég verð andru heyrnalaus, sko. Þetta er alveg hræðilegt. Og bakka taka sig glerun. Já. Bara ómikið sól, bara taka það, bara ég sé ekki. Nei, þú veist, ég bara, ég held að ég myndi ekki gera, en þú veist, bara herra nýttis mér alltaf með gleru inni, skilja að trufla mig. Já, þú veist, þetta er alveg ákveðin karakter. Já, mér finnst þú þurfalega að vera Bubbi Mortis að herra nýttis mér til þess að mig vera með sólgleru inni, smá. Já, Happy Gummi eða eitthvað. Já. Þetta er eiginlega svona tónlistafólk sem gerir þetta. Já. Það er eitthvað svona. En þú veist, en svo getur líka verið bara eitthvað hellu típa. Bara með eitthvað svona litugler. Já. Það er ekki ljóst og það er sumar. Já. En það er bara eitthvað, þú veist, inn á tres logo sem veturinn, skilur Já, það bara serðu ekki raskaf. Af hverju ertu með gleru, sólgleru inni? Nei, þá serðu ekki neitt. Ef ég er með sólgleru inni, þá glemdi ég að taka það af mér. Eða ég er bara fugly. Já. Skilur, don't look at me. Já. Mér finnst alveg þægilegt, skilur, bara svo að labba bara inn í smálundina með sólgleru. Já. Þá þarf ég að vera frekar ljós til þess að ég sjá eitthvað. Já. En stundum þá er ég bara hiding my face, sko. Já. Þannig að þú mátt alveg gera það fyrir mér. Já, þetta er svona, þetta er fyrir eftir. Þetta er á línunni. Já, fyrir eftir. Ok, næsta. Að fara út að borða á virkum dögum. Hungrið, það er aldrei ekkert betra. Nei, ekki neitt. Það er svo mikið svona að brýtur upp vikuna. Já, og svo, þú veist. Og það þarf ekki að bíða í bara 5 daga til þess að það komi helgi. Nei, og svo er þetta allir bara komin fyrsta laugardagur og þú ert bara að byrja, wow, ég held að vera fyrsta laugardagur bara fyrir nokkrum dögum. Að það var svo gaman. Taste of the weekend. Já. En núna á 5. daginn, 27. Og senstu séns til að fara á tapasbarinn í Teboðseðilinn. Jeps. Það er the last Teboðseðill þar. Það er the last. Og við mælum að þið nýtið ykkur það, en það verður náttúrulega áfram á Tres Logos. Þannig að ef þið eru kannski búin að smakka Tres Logos-seðilinn og eftir að smakka tapas, þá bara drífið ykkur í því. Eða fannst bara tapas geðið góður og vil nýta þær eins og enn á 4.500 kall. Þú getur bara að fara að báða staðana líka. Ógrís, það er bara svo ódýrt. Þú verður bara alltaf sattur en bara gjör svo vel. Kannski ekki. Nei, kannski ekki. En já, mér finnst ógeðslega gaman að fara út að borða virkum. Svo það er eitthvað svona ekstra gaman. Já. Svona það er engin að því, eða það er svona eitthvað svona vibe. Maður bara, I'm fancy. Treat yourself. Við elskum að treat ourselves. Já. Ok, a real fur. Mér finnst það inn, sko. Já. Mér finnst það inn. En það er gott að þrifta þá, en líka, þetta er ekki eitthvað sem þú ert over-consuming. Nei, satt. Þú kaupið þér bara eitthvað 8 piece og allt for the rest of your life. Já. Og svo þriftar ykkur hann. Já, okkur. Þá getur súmannskja líða með frábæri saman, sko. Einmitt. En já, þú veist, ég elska góða pelsa, sko. Já. Ég elska góða pelsa. Ég get ekki logið. Ég er bara sammálaður. Já, ég ætla ekki að ljúga þér, sko. Nei. Nokkur hann læg. Inn. Ok. Má ég sjá að fá sér smá sweet treat á kvöldin.
Inn. Ég verð að fá mig sweet treat á kvöldin. Já. Og það er ekki að fá sér bara smá ballerína keks, sko. God. Elska að fá mig það. God. Ballerína, eða þú veist, þessi gær, þú veist hvað ég gerði? Ég þarf samt alveg að skamta mér eitt og fela sér restur af bakkanum. Já, ok. Gerði það sem ég gerði. Ok, hvað gerir? Ég fekk mér, sko, bláber, jarðaber, banna, bara svona skorið, Ok. bara svona smá svona kefir yfir, ekkert eitthvað a whole bowl of it, smá hnetsmjör, hampfræ, það var my dessert og svo ballerína keksi. En veist hvað það getur gerst? Broti ballerínakexi yfir. Já, ég hugsaði, en As mér a langaði að crumble. eiga það svona aðeins sér, en það er okkur mjög gott líka. Já. Það er svo næst að ég er svona, ok, ég er búin að fá með hellinga trefjum og vítamínunum og hollin eftir ég, þetta er bara smá auka súkulega, smá ballerína með. Vágótt að hljóma vel. Svo gott, svo gott. Fokk, hvað það er gott. Ég lifi fyrir sweet treat á kvöldin. Þess vegna ég er komið svo nýtt, bara svona, ég borðaði yfirleitt alltaf svona 6-7 leitið. 6-7. Sexy. Já. Það er átt. Wow. Það er átt, já. Please, hætti að segja þetta. Þú Embla. íðilega þess að tölu. Já, embla. 6-7 a Merry Christmas. Jésús minn. Hvar lærir hún þetta? Ég veit það ekki. Nei, hún má ekki fara á YouTube. Þannig er þetta kannski på leikskólinu. Já. Jesús. Frændum sínum sem Það var alveg brain rot, sko. ángríns. Hvað var ég að segja? Ballerínakexi. Nei. Ég var komin einhvern annað. Ég er ennþá að hugsa mitt. Já, það er íðilega okkur hausinn. Já. Bara íðilega, var ekkert hvað ég var að tala um. Já, 6-7, þú borðar að gera 6-7. Já, af því að maður á að hafa eitthvað svona window. Ég er búin að, TikTokið mitt er bara geðið mikið svona wellness, af því ég er búin að vera svona on my wellness era, sko. Og og það er bara borða sex, af því að fólk er alltaf að dæma að borða um sex. Ég borða alltaf 6. Ég elska að borða sex. Klukka 6. En að borða klukkan 6 og svo fá sér sweet treat klukkan 8 Já. og þá ertu svona, það er svona 4 tímar að fara að sofa, Já. skilur, þegar þú fara að sofa klukkan 12 eins og kannski flestir. Við bytt. Og þá er nóg tími. Sweet treat klukkan 8. Það hugsaðast bara svona, ef ég borða 6 þá er ég svöng klukkan 9. Já, nákvæmlega, já. En ef maður fær sér bara sweet treat sér þá og er svona búin að plana, skilur. Þá slæðir það. Veistu ekki að þetta? Þetta er geðvitt. Já. Ég er alveg klála samlega því. In eða out? Mexiko. Bara landið. Já. Það er bara ekki gott. Er ekki alltaf japaskítar núna? Það er ekki gott, kartellið er alveg búin að taka yfir og Já. eitthvað, sko, þannig að ég myndi aldrei segja að Mexiko landið væri átt, en Nei. það er bara ekki góð staða því miður. Nei. Því miður. Elsku Mexiko. Ég er mjög feina að ég fór þær í fyrra. Af því að ef ég væri ferð núna, þá væri ég örugglega ekki fara, sko. Nei, einmitt. Þá væri nokkra dagar að ég væri fríða, þá væri örugglega búin að cancela ég, sko. Shit. Með ástandið hana. Hvað er í gangi? Kartell, eða bara búin að taka Já, yfir. bara vondukallinir. Já, Já. bara mafían, skilur. Mafían búin að taka yfir. Já, veistu, voru með eitthvað rosalegt dæmi daginn, bara voru að sprengja upp og eitthvað skemmt dæmi. Bara á túristasöðanum, skilur. Þetta er náttúrulega alveg vita að kartellið er náttúrulega alveg crazy hana, sko. En ég myndi alltaf ekki, þú veist, eins og seinast ég vissi, sem ég var bara fyrir mánuð eða eitthvað, þá hefði ég cancel ferðinu mínu. Já. Á með, þetta var alveg scary. Kannski er búin ós núna. Ha, Kannski- kannski, já, en samt alveg, it's too soon. I don't know. Já, I don't know. Ég var alltaf smá smeka ég er fara núna, en landið alltaf inn, sko. Mjög fallegt land. Já, besti maturinn. Besti maturinn Já. og bara, ég hugsa þessa ferð sem ég fór í fyrir bara all dagar, sko. Besti margarítur í heimi og it was a vibe. It was a vibe. In eða out að vera alltaf með túrtappa á sér. Inn. In. Líka inn að vera manneskjan sem er alltaf með túrtappa. Já. Þú veist, það er eitthvað svo krúllegt að vera þessi manneskja sem bara, I got you, I got you girl. Ég með. Bara vera með nóg af natrakýr í veskinu. Bara, það er svo inn. Ég með það í liplænir töskunum minni. Bara með Sniðugt. nokkra natrakir tappa. Já. Þannig að just in case, annarkvort ég eða það bara einhverju kringum mig, ég get alltaf greipið í hann. Oh, perfect. Og það manneskjan sem færi toppan er bara, vá, ég er að nota náttúrulega tíðavörur. Já. Takk fyrir Já. hreinar vörur. Já. Appreciate you. Án gríns. Love that. Love that. That's, ok. In eða out? Facelift. In. Sjá, Denise Richards. Ég var að hugsa út af Denise Richards. Já. Ég er bara, vá, thank God að allir er að vera betra og betri facelifts af því að þegar ég þarf það, Þá eru þau bara brillir þetta, Já, sko. það er bara brillir þetta. Án gríns. Það er örugglega bara, það er ekki svona sauma lengur, það er Nei. bara einhver tjúku og vél eða eitthvað. Án gríns, bara AI. Já, ókrins.
læknir. læknir, vonum ekki. Ok, in eða out, bara svona löng skincare rútína. Bara svona skincare, ekki bara þalvandliti, bara body skincare. Já. Ég eitti í alvörinni svona hálftíma í gær í skincare mitt. Ég var bara að guasja mig, nota glow serum, nota peppermint frá Laugardalsspa, kremið. Það er svo geðvikt. Botilósinu. Ég fór svo, segjum nákvæmlega rútina. Ég var á vibration plate-inu mínu að guasja mig með hann og þurrbustaði mig líka með hann. Svo fór ég sturtu og notaði shower oil frá Laugardalsspa. Fór svo úr sturtunni. Og þess að ekki skrúpaði ekki hér? Nei, notaði dræbrush. Já, þú varst ekki skrúpaði neitt brungu með saltskröpunum? Nei. En það er oft inn í rútinu. Notaði olíuna því ég var svo þurr eftir að vera dræbrushum mig. Ég notaði olíuna, shower oil og sett svo peppermint kremið og váka mig á kalt með svona, ég bara váka svo gott fyrir líka minn vera kalt og bara svona ógeðslega nourished. Það var ekkert eðlilega nourished. Ég vaknaði bara silky smooth. Ég fór líka upp í rúm með guasjaðið. Vel gert. Voru að horfa með ég var að guasjaða mig. Setja þetta í náskupina. Það er andjóks. Það er búið að breyta leiknum með mér. Ég er miklu duglegri. Já, þetta er svo sniðugt þegar mér er að horfa, sko. Og það líka, sko, bara ef það hafa aldrei pröfað að guasja, bara ángriðs, this is your sign, bara pröfið það. Og hann er, sko, á ógeðslega góðu verði hjá Laugardalsspa. Geðveikt, sko. Ég ætla að segja eitthvað nákvæmlega að ég var hann heimasíðunum daginn af því að ég var að skoða hvað mér vantaði. Ég ætla bara að opna upp síðuna svo ég segja alveg hárrétt, ég vil ekki segja neitt rétt. Hvað er ég að skrifa? Organic Skin Care Byrta líf, það er kannski aðeins neglur að maður getur ekki skrifa lengur, sko. Já, þú ert alveg með blindness, sko. Hérna erum við þetta opið, ok. Ég ætla að fara hérna í allar vörur. Úps, maður bara færi tilbúið, maður skráði svo á póstlista. Guys. 3.990 krónur. Já, 3.990 krónur. Þetta er undir 5.000 skalli, undir 4.000 skalli fyrir guasja. Geðveikt verð. Og ég líka elska, hann er svona kúftur. Já, hann er líka steinn. Já. Hann er ekki úr plasti. Og því það er verið að selja mjög mikið af ódýrum guasja sem eru úr plasti og þeir í alvörunni gera ekki það sama. They're not doing the same, Nei. Sko. Og svo viltu heldur ekki vera að nutta plasti á, sorry, í alvörunni. Nei. Á húðina hreina húð, skilurðu. En ég noti þetta líka, hálsinn og herðarnar og mér finnst það svo geðveikt næs og the lymphatic nodes, ég kann ekki fucking segja það. Lymphatic. Já, ég ætla ekki svo að reyna. Lymphatic. Ok, ég er með þetta sogakerfi alveg á heilanum, sko. Já. Og ég ætla að reyna að finna punktana mína og ég nota guasjað fyrir það. Ótrúlega sniðugt, sko. En já, það er líka ótrúlega þægilegt, og margir sem spyrja mig, þegar ég sýna eitthvað frá því sem er guasjað minn, bara hvað ertu með, hvað setur þú upp á það, gerur þetta á þurra húðina? Sko, fyrir eftir hversu ógeðslega þurr húðin mín er. Já. Ég fíla stundum að setja bara smá glow serum undir, sko. Það er ógeðslega gott að vera með glow serum undir, af því það er svo mikil svona, það er svo ógeðslega, þú bara setur hans meira, skilur, en þú myndir setja vanlega, ef þú ert frá guasja þig, ef mér finnst það. Ég fyrir bara pingu lítið, bara til að fá smá, því maður ánáttúrulega að gera það á bara alveg hreina húð. Já, já, ég er svona að sé annað, sko. Já, það er svona method. Mér finnst það svona stundum, ég ætla ekki tegja húðina mína of mikið, þannig að mér finnst alveg næs að setja serum undir. Já. En það er, mér finnst til dæmis glow serum er ótrúlega sniðugt, af því þá ertu líka bara að nourisa húðina á sama tíma, sko, og þú ert að nota hreina innihaldsefni á sama tíma, þannig að þetta er bara win-win dæmi, sko. Win-win. Þannig inn. Það var ekki spurningin. Það er bara alveg nefn. Það besta sem ég veit er þegar Benji er tölspili og ég get bara átt 100 klukkutíma skincare rútinu inn á baðinu mínu með vibration plate mitt og allt. It's so nice. It's the best. So nice. Leave me alone, boys. Ok, Jellycats, in and out. Mér finnst það inn. Mér finnst það inn líka. Já, ég elska Jellycats. I love it. Það er svo sætir. Það eru svo sætir. Já. Ég er að safna núna. Var það safna fyrir þig? Nei, fyrir stelpunar. Cute. Vestu cute. Dýrir samt. Já, þetta er ekkert stjók, sko. Ég kannski sé fyrir mér þegar við flytjum, ef það gerist eitthvað ég geti, ég búin að sjá að þetta kaupur svona óslega kjút, svona hammokk, svona hengirum fyrir bánsa.
nokkur svona, kaupa nokkur þannig, eða þú veist, eitthvað svona þannig inn í herbygginu og bara Jellycats þar. Cute. Eða hillu bara með Jellycats. Svo koma þær með eitthvað svona ógeðslega ljótan bangsa. Já, það er bara ekki búið að sé það, skilur. Ok, við þið inn eða out að kunni ekki elda. Sorry, sko, það er eiginlega out. En það er ótrúlega, að kunna ekki elda, þú veist, ég var alveg verið að ég var svona, þú veist, Þú sagðir alveg ofta að þú kynnir ekki elda. já, en ég myndi ekki segja í dag. Nei, ég alls kann ekki. mjög vel að elda, sko, í dag og það sem í alvörunni hefur hjálpað mér og líka bara breyka svolítið, þú veist, það sem ég er að velja mér, já, og það sem við erum að borða og eitthvað er að vera með eldubrett. Sammála. Bara klálega, sko. Það er svo gaman að vera bara með fjölbreytt og þurfi ekki að hugsa um það. Ógeðslega gaman, sko. Annars er maður svona dálítið að grípa í það sem maður kann og er auðvelt, skilur en að vera bara, við erum báðar alltaf að taka bara 3 rétti í viku. Já. Af því maður er kannski að fara í matekstæðar í fjölskyldunni eða eitthvað í vikunni, það er svo næsir með 3 finnst mér. Það er bara svo geggjað að geta verið bara, þess að núna ég ætla að fá mér í kvöld humar linguini. Það er að gera í kvöld. Af því að þetta er fiskur, maður þarf að gera snemma í vikunni, sko. Ég veit það. Þannig ég ætla að gera það. Ég er bara einn heima, eða þú veist, Gunni er ekki heima, þannig ég get ekki gert það í kvöld, skilur. Nei, þú var að gera með honum, sko. Já. Gera á morgun. Já, þetta er að gera á morgun, sko. En Það var humar linguini semst í seinustu viku. Ertu fucking djóka? Hell, sko. Ég er svo spennt að smakka. Herðu, og vitið hvað er þessari viku? Þið hafið ennþá núna frest til hádegis á 5. sem er morgun. Það er tómatsúpa. Já. Það er tómatsúpa. Já, bara ekkert eðlilega mikið senast Ágríns, bara takk heldur rétt fyrir að hlusta. Við veitum að þið settu þetta fyrir okkur. Já, það er tómatsúpa. Ég er svo spennt að smakka hana, sko. Þú veist, ég bjóð til heim að gera tómatsúpu daginn og bara, þú veist, ekki með eldubrett, þannig að ég er mjög spennt að sjá hvernig. Já, þetta er líka tilbúið til eldunar, þannig að þetta er quick, sko. Þetta er quick, en ég er líka bara spennt að sjá að hinn sem ég gerði var ekki fucking quick. Bara ekki líka eitthvað pretzel grilled cheese með þessu. Pretzel grilled cheese, þetta fucking grínast. Það er eitthvað hellað. Holy, við elskum grilled cheese. Og það voru allir brjálaður út í okkur að hafa ekki nefnt Fríðheima sem bestu súpuna. Fríðheimar, já. Það er góð súpa, en það er ekki það sem við erum að leita og líka ekki á höfuðborgarsvæðinu. Við vorum augljóslega að tala um þær. Algjörlega, en líka Fríðheimar er með svona, eins og við tölum hún er með svona... Ekki creamy. Já. Hún er svona mjög rauð og náttúruleg, sem er gott. Ótrúlega gott. Við förum alltaf þangað þegar við erum leið hjá, sko. En þú veist, ef nú veit ég ekki hvernig uppskriftin hjá eldubretti er til dæmis, en ef til dæmis hún er ekki með rjómást í, þá ætla ég að setja, eins og ég gerði núna, þegar ég gerði heim að gera. Það var ostur allavega, kannski er það á grilled cheese. Já, það er eitthvað ostur, já, en eins og núna gerði ég, þú veist, ég bjóð til mína heimagerðu, þú veist, þá bara bjóð ég hana til og setti ég bara cream cheese. Já, bara ofan í skálina, áður en ég hellti súpunni. Eins og á Le Coq. Já, og svo bara svona blandaði svo, það var bara fullkomið. Það er ekki að þetta rjóma, sko, ég seti alltaf rjóma bara í mína heima, sko. Þannig já, þetta er geðið. Ég er svo spennt fyrir eldubrett. Það er átt að kunni ekki elda, því að þú getur svo auðvitað að lært að elda með eldubrett. Þannig að prófa eldubrett ef þú kannt ekki elda. Sammála. Ok, ég man að. Inni átt, tímarit. Átt. Það? Allt nema Vogue, fyrst mér. Já. Þú veist, eina sem þú sér mig fara að kaupa er bara Vogue eða eitthvað, sko. Já. Ég elska þetta lag, mist svo mikið væp að fletta tímariti. Það er það alveg, en það er ekki í neina menningu einhvern veginn dag, finnst mér. Nei, mér finnst þess að þetta bring it back, sko. Klálega. Að þetta er alveg skemmtilegt. Já, þú veist klálega, það er alveg cool líka. Mér finnst það alveg cute. Já. En þú veist, mér finnst þess að það er ekki verið að leggja neina áherslur á þessum tímariti í dag, sko. Nefnum úti, allavega í Íslandi. Sánum bara að trendun í gangi. Að fletta Vogue tímaritinu, eða Vogue coverinu. Á þínu ári? Já, á þínu mánuði. Á þínu mánuði, já. Já, flettu mínu. Og það fólk er núna að kaupa, þú veist, sinn mánuði skilur. Það er alveg cute. Það er ógeðslega cute. En ég var bara, who the fuck is this? Já, en það er 1996. Já, ég veit hvað þitt er, samt, ég er búin að tjaka þér. Já. Og veistu hvað það er? Þetta er svo sem ég er með, en ég veit ekki hver þetta er. Ég bara genuinely veit ekki hver þetta er. Og sendur það ekki, já. Ég spotta ekki hvort það nafnið hennar sé hana. Ég var sérst að searcha Mars 1996 bók. Ekki Anthony Hopkins. Er það ekki kall? Jú, Leah Rabin. Alltaf sé bara hún. Stendur ekki alltaf nöfnið þér á? Mér finnst það, sko. Ég er bara spurt. Ertu búin að tjekka hvað þú ert með? Er þetta Gwyneth Paltrow? Já. Glæsilegt. Það er glæsilegt. Dúlla. Það stendur alveg henni nafnið á beintur. Ég veit það.
Ég ætla að tjekka, ok, Elisabeth, kannski ætla ég að kaupa fyrir þær, skilur. Elisabeth mars 2005, hvernig heldur hún sem Veit ekki. Sabrina Carpenter. Slay. Ég ætla að kaupa þetta. Já. Þetta alveg cool að eiga. Þetta er bara bókgeðveikt. Já, bókgeðveikt. En þú veist, pælti, þú veist, Elisabeth mun bara eiga þetta fyrir sig. Já, bara, það var Sabrina Carpenter bara en eldri kona. Já, og ég bara, þetta er what was happening. Bara, og þá get ég sagt henni svo easily frá því að því ég man eftir þessum tíma. En hvað er ömbli? Ég tjekka. Selena Gomez. Ok, fave. Já, þetta er alveg skemmtilegt samt. We'll take it. Já, klálega. Og maður sjá hvað verið hennar. Ok, slay. Já, viltu svo Sabrina, var það sýndið þér? Já, geðveikt. Ok, flott, já. Flott. En já, þannig ég ætla að segja inn, af því að ég vill að við gerum það inn, tímaritt. Ég er sammála að það má bring it back, sko. En það er eitthvað sem er ekki í svona minni rútínu. Nei, en hvað við gefum út tepos tímarittið? Það er glæsilegt. Bara einu mán. Já! Er þetta online? Nei, við erum basically videoformi og já, við erum að segja allt sem við kannski segja getur, já, við höfum ekki meira til orðum að leggja, við getum gert heilt tímaritt, en það væri gaman. Það væri ótrúlega gaman, getur gerst eitt þannig. Eitt ári? Já. Ok, til, já. Það var ekki gaman. Ég er alveg til, já. Það var svona annállin. Já. Það var glæs. Það væri þetta bara mjög gott, eitthvað svona völusbá drasli, eitthvað svona. Já, völvu eitthvað. Og ég sagði ekki drasli, myndi það ekki. Svo fyndið hvað, við erum svona sterkar til orðana tekið. Já. Hvað var það? Við erum svo sterkar til orðana tekið. Já, þessi segjum alltaf svona svo aggressively. Já, ég veit. Birta, hvað þú að segja? Já, alltaf að búa til eitthvað segjing sína. Ég ætla alveg þekkt fyrir það sjálf, sko. En þú svo slauð fyrir blómin? Nei, ok, alls ekki. Alls ekki ég. Herði, erum við ekki bara að fara að klára þetta? Jú, við samt fengum sko ins and out frá hinum. Oh my god, ég er líka sko að fara fram í á svona 100 á mér. Ég held við þurfum að taka part 2. Já, ef að gera það. Ég held það sko. Já, við verðum að gera það. Af því að það er svo ógeðslega mikið sem við höfum eftir að ræða. Já, ég er ekki hálfnum við minn lista, sko. Nei, ég með mér á mínum. Já. Herru, tökum part 2. Þú voru að muna hvort þú ert komin. Svo við ruglum þessu ekki saman. Ég er bara að fara alltaf upp og niður, sko, en ég bara finn út í hvað ég var búin. Þú finnur út í. Allan að takk fyrir að vera með okkur í dag. We love you guys. Og bara gleðilegan apríl. Já, gleðilegan apríl. Bara, þú veist, glæslegt og sjáumst í Iðnó. Bye.